Komiði sæl og verið hjartalega velkomin í Hugafar. Þátturinn í kvöld verður að mestu tilengaður verandi mæðrum. Við byrjum þáttinn með lækninum Unu Emilsdóttur en fyrr í þáttaröðinni þá komum til mín að ræða eiturefni í matvælum og þá nýtti ég tækifærið og spurði verandi móðurinn að því hvaða matvæli ófrískar konur ætti að forðast. Beint á eftir því heyrum við í kírópraktornum Vigni Þór Bollasyni að hann segir frá því hvaða stoðkerfisvandi er oftast að hjá ófrískar konur og hvaða meðferð hann veiti við því. En við skiljum karlmennina ekki alveg út undan og því fengum við annan kíróprakt til liðs við okkur, hann Guðmund Birki Pálmason, og hann segir okkur hver er helsta ástæðan fyrir því að karlmenn leita til hans og hvaða meðferð hann veitir. En við endum síðan hjá sjúkraþjálfaranum Agnesi Ósk Snorradóttur sem er með hóp einkaþjálfun fyrir mæður eftir meðgöngu. En byrjum hjá Unu. En nú ert þú ófrísk. Er eitthvað sem ófrískar konur mega ekki borða? Það er náttúrulega, já, það er náttúrulega vel þekkt, eins og til dæmis tungmálmarnir í fiskinum sem sem eru svona þrávirkir, kvikasilfur í túnfiski og annað sem safnast svona upp í náttúrunni. Það er ekki gott vegna þess að talið hafa áhrif á taugakerfi hjá börnum. Ég forðast sykur alveg svakalega vegna þess að ég bara tel sykur vera, mér finnst hann flokkast undir eitur, bara hreinlega. Mér finnst hann mjög vafasamt efni sem maður bara ætti að forðast eftir bestu getu. Og ég drekk ekki úr plasti, ég passa að reyna að minnka hormónatruflandi áhrif á annarkvort stelpuna eða strákinn sem er í móðurkviði og þess vegna vil ég ekki fá nein hormónatruflandi efni eins og BPA, ég drekk ekki úr plastflöskum og ég geymi matinn minn í gleri og svo er svona ýmislegt annað, ég forðast að kaupa sprautuð matvæli, ég kaupa alltaf lífræn epli, ég kaupa lífræn frosin ber, það er ekki hægt að fá alls staðar lífræn ferskber, þannig að ég kaupi þau bara frosin og setja þau í smoothie. Já. Og passa að öll svona eins og fæðubótaefni, þau eru öll lífræn hjá mér, ég myndi aldrei kaupa neitt svona púðumat, prótein eða annað slíkt, aldrei nota orkudrykki og kem ekki nálægt þeim og sérstaklega ekki Amino Energy sem, nú má ég ekki kannski nefna neinar sérstakar vörur en svona orkudrykki sem er... Svona drykki sem er alltaf poppa upp og núna er það þessir orkudrykkir. Já, og þeir innihalda meðal annars azólitrefni, sumir þeirra, þannig að það er svona, já, ég myndi segja að ég væri mjög mikið með eiturefnaglasi bak við eyrað á meðgöngunni, sérstaklega, af því að maður er svona ekstra passasamur þá. Þú sérhæfir í ófrískum konum. Af hverju eru það að koma til þín? Það er að koma út af meðgöngu tengdum verkjum, aðallega í mjóbakinu og grindinni. Rosa mikið að fá til mín konur sem eru með grindagliðnun og er bent að koma til mín frá annarkvort ljósmóður eða einhverju sem þær hafa heyrt. Oftast er það einhver sem hefur heyrt af mér í gegnum vinkonu eða aðra sem hefur verið ólétt og hefur verið að koma til mín. Og hvað ert þú að gera fyrir þær? Ég er að sjá til þess að grindin á mjaðmagrindin og mjóbakið sé að hreyfast eins vel og getur af því að á meðgöngunni þá breytist þyngdarpunkturinn og jafnvægi líkamann svo mikið. Já, þannig að flestar af þeim eru að koma út af meðgöngunni. Það er komnir meðgöngu tengdir verkir, til dæmis eins og verki niður fótinn, niður settaugina og fleira. Aðallega er það út af náttúrulega auknu álagi á mjaðmagrindin og mjóbakið sem veldur því að þær eru að koma. Það sem við gerum í því er bara að hjálpa þeim með að hreyfa við mjaðmagrindinni, að sjá til þess að hún sé að hreyfast eins vel og hún getur, þannig að hún sé sem best tilbúin í rauninni undir það að fara í fæðinguna. Þannig að mjaðmagrindin sé bara eins vel hreyfanleg og hægt er. Já, þannig að þú getur opnað fyrir þá mjaðmagrindina? Já, oft eru einhverjar skekkjur í mjaðmagrindinni sem að valda því að það verða erfiðleikar í fæðingu eða það verða erfiðleikar á meðgöngu sem valda þá verkjum. Þannig að við erum í því að rétta það af samkvæmt tækni sem ég lærði sem heitir Webster-tekník og er hægt að lesa meira náttúrulega á netinu og út allt. En það er aðal fókusinn í miðhöndlunin mjaðmagrindin og mjóbakið. Já, en svo eftir fæðingu, það sömu konur að koma til þín eða bara nýr hópur? Nei, það eru sömu konar margar hverjar, náttúrulega misjafnt. Margar hverjar halda áfram að koma eftir fæðingu og það er þá bara til að skoða hvernig þær voru og hvernig fæðingin gekk. Fæðingin er í rauninni erfiðasti hlutin af meðgöngunni, þannig að þess vegna er auðvelt að þær komi í rauninni aftur eftir að þær eru búin að fæða. Og er það þá löng meðferð? Er það lengi eftir?
Nei, það er rauninni voða misjafnt. Það eru margar hverjar sko, það er rauninni, það eina sem ég heyri alveg konstant af frá þeim konum sem hafa verið lengi hjá mér, eða semst lengi langan part af meðgöngunni, að það er rauninni, það sem ég heyri langoftast er að það eru svo fljótar að ná sér. Og það sem ég heyri langoftast einmitt frá konum sem hafa farið í gegnum aðra meðgöngu áður og ekki verið undir meðhöndlun og komu svo og voru undir meðhöndlun, að það sögðust allar vera svo miklu sneggra að ná sér eftir fæðinguna sjálfum. Já, sneggra að ná þér, verður það að meina bara sé ekki með verki? Já, ekki verki, ekki með bara rauninni fljótar að koma sér á lappir, geta labbað rauninni og farið á æfingu og bara öll sú hreyfing var mun auðveldari eftir að hafa verið hérna fram að fæðingu. Ertu með eitthvað trygg sem fólk getur gert bara heima fyrir án þess að koma endilega í meðhöndlun? Já, það eru náttúrulega hlutir á meðgöngu sem maður getur gert en það er erfitt að koma í veg fyrir suma ef skekkja og verkir hafa verið kannski svolítið til staðar fyrirfram en það eru bara rauninni á meðgöngu þarftu að vera mikið á hreyfingu. Þannig að ég er rosa mikið að mæla með meðgöngu jóga til dæmis og meðgöngu sundi. Það er mér finnst það voðalega góðar hreyfingar fyrir margar konur sem eru með verki og ég rauninni hef líka bara heyrt svo rosalega góðar sögur af þeim æfingum og treysti því fólki sem er þar að sjá konur á meðgöngu. Þannig að það er aðalega það sem ég bendi í rauninni ásamt því að vera dugleg að drekka vatn bara og halda sér hreyfingu heima þér sko. Já, nú veit ég úr sinni líka mikið börnum. Af hverju börn að koma á ungum aldri hingað? Já, það er góð spurning. Börn koma aðalega til mín út af kannski, hvað maður segja, þetta er ekki beint eitthvað sem myndir búast þegar þú verður að koma hingað. Óróleiki með að sofa og fleira því tengt hægðatregða er mjög algengt vandamál sem börn koma hingað út af. Ekki það að ég meðhöndli það neitt sérstaklega, ég rauninni meðhöndla bara taugakerfið þeirra og stoðkerfi. Þannig að, en þau eru rauninni aðalega að koma út af þá ef það voru til dæmis erfiðleikar í fæðingu eða þegar hún er aðeins eldri að þau eru mikið að detta eða eiga erfiðleika með að skríða rétt eða labba eða ganga. Að þá erum við rauninni bara að skoða einmitt og alltaf við rauninni stoðkerfið og taugakerfið. Þannig að þú fá stundum börn bara beint eftir fæðingu til að athuga hvernig það var bara pluma sér eftir fæðingu? Já, af því að fæðingin, hún reynir svo rosalega á lítinn skrokk. Þú getur rétt ímyndaðir, það er bæði náttúrulega verið að þrýsta barnið út, það verið að ýta því út. Og svo oft á tíðum ef það er eitthvað að, þá er náttúrulega líka verið að toga. Og krafturinn sem er verið að toga er náttúrulega eitthvað sem maður myndi aldrei gera við barn nema bara það að vera að reyna að sjá til þess að komast í heiminn og verði í lagi með það og það lifið af, oft á tíðum. Þannig að það er mjög skiljanlegur viðbrögð við því í fæðingu en það oft hefur eitthvað í för með sér sem það er svo leiðilegt að setja mér. Já, þannig að þú ertu lengi með þau börn líka? Er þetta bara svona stutta meðan í hjá þér? Já, börnin eru svo fljótar að ná sér að þau koma mjög sjaldan sem er raunin að besta. Viljum ekkert vera að sjá þau of oft, þannig að oftast eru börn bara á nokkra mánaða fresti. En sérstaklega ef þau byrja að koma mjög ung, þá koma þau bara í 1-2 skipti og við sjáum bætingu nánast undantekningarlaust eftir 2 skipti. Ef við erum ekki búin að sjá tilheyrandi bætingu á þeim tíma, þá reyni ég að hjálpa þeim í að finna aðra lausn eða hvaða annað það gæti verið og beina þeim þá þangað. Svo við förum svona eiginlega bara algjörlega út fyrir efnið. Já. Svona helsta vandamál sem fólk er að koma með til þín, hvað er það? Það er mjóbak, hausverkir og verkir í hálsi. Er eitthvað svona trikk sem þú getur gefið það bara fólk út í bæ? Svona eitthvað til þess að líða betur í skrokknum eftir að maður eldist? Já, klárlega. Þetta er í rauninni eins og við gerum öll með tennurnar okkar. Við erum alltaf að hugsa með tannhirðu, tannbursta. Og það er rauninni að sama sem við erum að gera með hrygginn. Það er í rauninni að vera hreyfingu. Hreyfing er rosa mikilvæg fyrir hrygginn til þess að liðamót og brjóskinn haldist í góðu standi. Þá þurfum við að vera hreyfingu og svo þurfum við líka að drekka nógu mikið vatn. Við drekkum í rauninni ekki nógu mikið vatn út af í rauninni bara framboði öðrum drykkjum sem bragðast betur og þannig er það bara en vatn í rauninni er eitthvað sem við höfum á Íslandi sem er frítt og er eitt af því besta í heimi.
Þannig að við ættum í rauninni að tegja með okkur það að drekka meira af því. Það er það sem líkaminn okkar og hryggurinn vill fá. Þannig að þú drekkar ekki gos eða? Ég drekk ekki gos, nei. Ég drekk ekki sigragos, ég drekk kristall. Það er gosið mitt og búið að vera lengi, sko. En ég drekk rosa mikið vatn og er alltaf með vatn við hendina, sko. Já, þannig að maður þarf að passa því að bara vera á hreyfingu og kannski hafa bara brúsann með sér. Já, það er rauninni kannski, held ég, eitthvað sem er rauninni erfiðast í þessu. Ég er að tæma sig það að vera bara með vatnsbrúsann við hendina. Þannig að maður verði ekki fyrstur eða þannig að maður hafi alltaf að þessi auðvelt að nálgast það. Já, einmitt. Það hafa verið rosalega margar konur hjá mér sem hafa lýst yfir að túrverkir hafa almennt bara minnkað eftir að við byrjuðum að rétta við mjaðmagrindina og mjóbakið. Þannig að það hefur verið svona komið svolítið óvart í rauninni með meðhöndlun og það er rauninni hjá konur sem voru svo ekki óléttar náttúrulega. Já. Ég kom nú í meðhöndlun til þín og það var til mér vilt í öxlinni. Nákvæmlega. Og það sem að lagast á bakveð var einmitt mígreni mitt. Já. Að þetta tengist alltaf einhvern veginn þegar maður fattar það ekki einu sinni sjálfur í byrjun. Nei, tengist það stoðkerfinu sem er náttúrulega bara hryggurinn og hryggjarsúlan og þar leiðandi taugakerfi líka. Hryggurinn er í rauninni með tvö hlutverk. Hann á að vera hreyfanlegur svo við getum hreyft okkur en hann á líka að vernda það sem er mikilvægasta sem við erum með í líkamann okkar, mænan okkar. Þannig að hann þarf að bæði vera hreyfanlegur, nógu hreyfanlegur og gefa nógu mikið eftir en samt ekki of mikið af því þá geti það skaðað mænan. Þannig að þetta er alveg magna fyrirbæri. Þú ert bara sérhæfður bara þá í þessu, bara í hryggjarsúlunni í rauninni? Já, hryggjarsúlu og mjaðmagrind. Við förum líka stundum út í önnur liðamót en þetta er aðalega fókusur á hryggjarsúluna og mjaðmagrindina. Tempur. Dýnan sem styður svo vel við þig að þér finnst þú svífa í svefni. Tempur. Því að sofa er eitt, að hvílast er annað. Betra bak leggur grunn að góðum degi. Ég er alltaf að hugsa að bera ekki á mig neitt sem er skaðlegt fyrir mig eða umhverfið mitt og þess vegna er ég svo himinlifandi með Taramar húðlínuna. Ég samsama mig algjörlega Taramar húðvörunum af því að þær eru svo afburðahreinar. Þær eru lífrænar, lífvirkar, innihalda engin skaðleg efni, hvorki fyrir líkama né húð og svo innihalda þær engin rotvarnarefni. En eigi að síður eru þær afburðavirkar af því þær byggja á langtíma rannsóknum. Mér finnst það frábærir. Taramar, ný kynslóð af einstökum húðvörum. 2030 er eldklárt. Ferskur, hollur og góður matur á mettíma. Tilbúin í pottinn, pönnuna eða ofninn og þú blómstrar. 2030. Einfalt að elda, sniðugt í matinn. Vilt þú finna aftur tilgang í lífinu? Komdu í samtalsmeðferð eða dáleiðslu hjá okkur á Orkusetrinu. Orkusetri.is. Lyfjaver býður upp á hagstæð verð af lyfjum og öðrum vörum ásamt úrvalsþjónustu. Kíktu í Lyfjaver og lækkaðu lyfjakostnaðinn. Hafkark er vottuð íslensk náttúruafur sem hjálpað hefur þúsundum Íslendinga að ná betri lýðheilsu. Hafkark styrkir brjósk og bein. Frí heimkersla af öllum matarpökkum hjá 12 og elda. Njóttu dagsins, við sjáum kvöldið. 12.is. Guli miðinn er fyrir íslenskar aðstæður. Guli miðinn fyrir okkur. Veganúar í heilsuhúsinu. Bæti efni frá Terra Nova á 20% afslætti. Fjöldi annara tilboða í boði. Aukið þrek og úthald með Beetroot frá Nature's Aid. Lífrænt rauðrófuduft í hylkjum. Guðmundur, þú ert að sérhæfa svolítið mikið í svona kallavandamálum, ef maður orðaði þannig. Það kemur mjög oft upp, já. Já, hvað er þeir að gera hjá þér? Oftast snýst þetta mest stirðleika og þegar myndast stirðleiki þá oftast myndast bólgur í stoðkerfinu
og við erum sérfræðingar eða greina stoðkerfisvandamál og hvaðan koma og við getum oftast hjálpað þeim mjög mikið. Þetta eru svona kvillar eins og bakverkir og axlarverkir og verkir sem líka leiða fram í alls konar festingar í mjöðmónum og því slíkt og þá getum við losað það, aukið hreyfanleikan og kennt þeim síðan líka að hvað eiga síðan að gera til að viðhalda því sjálfur. Þannig er þetta sömu vandamál sem íslenskir karlmenn eru með? Mjög oft. Þetta snýst oftast þennan stirðleika sem að myndast við það að maður sé ekki nógu duglegur að hreyfa sig eða maður ekki nógu duglegur að auka liðleika af því að liðleikinn skiptir svo miklu máli, sérstaklega þegar maður fer að fara aðeins upp í aldri af því þá oftast missir maður svolítið liðleikann. Er það að sjá þetta með mikið þá í bakinu á fullvaxta karlmönnum? Já, mest í bakinu og milli herðablaðanna og þegar þetta fer að fara upp á milli herðablaðanna þá koma axlaverkirnir og svona stillleiki í hálsi. Ofta segja stundum við mig þegar maður er búinn að losa að þeir allt í einu gátu svona litið aftur fyrir sig þegar þeir eru að bakka bílnum og er ánægð með það. Þau eru ekki náttúrulega að mynda vel í bílnum? Nákvæmlega, treysti ekki á hana. En það eru svona helstu kvillarnir. Ok, og hvað er það sem þú gerir til þess að laga þetta? Við í raun og veru greinum hvar þessi styrleiki er mestur og hvar læsingin liggur og losum það með hnykkingum. Síðan förum við í teygjur og kennum að sjálfum að teygja og liðka sér til með nuttrúllum og alls konar æfingum, þannig að þetta vinnur svolítið saman. Þannig að karlmenn eru íslenskir mjög styrðir? Það er svona gegnum gangandi, já. Já, þannig þeir þetta kannski fara aðeins meira í að auka liðleikann bara svona eftir æfingar? Já, ég held að liðleiki sé svolítið vanmetinn, en ég held að sé mikil vakning í hvað þetta varðar og margar af stöðvunum í dag eru að bjóða upp á svona alls konar tíma til að auka liðleika eins og foam flex og hot yoga og annað slíkt sem eru mjög vinsælt, sem er bara flott. Er eitthvað sem að karlmenn geta gert heima fyrir til þess að reyna svona auka hreyfanleika? Já, alltaf á hverjum degi taka kannski 4-5 teygjur fyrir mjaðmirnar og fyrir axlirnar og vera bara duglegur að hreyfa sig. Það er bara númer 1, 2 og 3. Hvað ætlar það að teygja lengi? Það þarf að geta verið lengi. Við erum að tala kannski 5-6 mínútur í að teygja allan skrokkinn. Það er alls ekki mikið meira en það. Og láta sér bara líða vel. Maður þarf ekki að teygja sér í einhvern sársauka. Alls ekki. Maður á aldrei að fara inn í einhvern sársauka hvað var að teygjunar. Heldur láta sér bara líða vel. Það er númer 1, 2 og 3. Ég veit að vel sjálf hvað það skiptir miklu máli að hafa stóðkerfi í lagi og ég ætla að vera duglegri að teygja á núna en það vill oft gleymast. En næst förum við til Agnesar. Segðu mér, hvaða nýjungu þið að fara að bjóða upp á núna í haust? Við erum sett með námskeið fyrir konur sem hafa eignast börn og tökum svona aðeins öðruvísi vinkil á þetta vanalega að við viljum að það komi einar í tímana. En börnin eru ekki velkomin með? Nei, ekki núna. Við viljum að það hafi bara fulla athygli á því sem þær eru að gera. Ef maður er svona hálfsögur alltaf að hugsa eitthvað sem þú ert að gera fyrir barnið, þannig er það kannski ekki alveg að komast inn í að tengjast líkamanum þínum alveg eins þú myndir vilja gera. Já. Svona upplifa hann, heyra hvað hann er að segja þér og svona. Þannig að æfingarnar eru bara svona algjörlega fyrir þig þá eftir barnsburð? Já, það er svona pælingin. Það þarf ekkert að vera beint eftir fæðingu, pælingin var líka að konur geta komið bara 5 árum seinna ef þær eru ennþá bara svona ekki alveg orðnar 100% eins og þær voru fyrir meðgönguna. Þá geta þær komið og bara svona reynda að uppgöta í samvinnu við okkur svona hvað er í gangi. Það tekur ekki svolítið langan tíma að ná bara fyrra formi í rauninni? Það er bara ótrúlega misjátt. Sumar bara einhvern veginn þurfa ekki að taka fyrir þessu og bara smyrjast einhvern veginn í gang. Ef maður hefur verið með einhverja verki á meðgöngunni, þá er svona ólíklegt að maður bara fæði og sé hún fullkomin. Yfirleitt þarf maður að gera eitthvað til þess að láta sér líða betur. Já, ég meina, yfirleitt tekur þetta allavega eitthvað smá tíma. Þegar ég átti dóttur mína, þá fór ég á æfingu ykkur 5 vikum eftir barnsburð og ég var bara í mínu besta formi því ég átti hana, bæði að þjálfa og æfa handbolta. Mér fannst ég hoppa svona 5 cm hátt upp í loftið og þá var það bara komið. Eru fleiri bara að upplifa þetta svona? Mér fannst þetta taka svona 2 ár. Já, algjörlega. Því að maður kannski áttar sig ekki á því að þetta er bara hörku álag og líkamann að bara fyrsta lagi ganga með barnið og svo fæða það og það getur alls konar komið upp á. Maður heyrir að konur sé að rifna bara alveg millilega gangu og endaþarms og þá er ekkert skrítið að þær konur til dæmis að það taki þær langan tíma að vinna tilbaka styrkinn í grindabotninum og annað að hann bara bókstaflega rifnaði. Já,
En það líka eins og mikið sem stelpurnar tala um, bara þvagleiki. Það bara að vera hoppandi á trampólínu getur bara verið vesen fyrir konur sem búin að eiga börn og jafnvel bara mörgum árum seinna. Þið að styrkja grindabotnin mjög vel á þessum æfingum? Já, og í rauninni sko, þú veist, einmitt, maður heyrir aðalega þetta að maður þurfa að styrkja grindabotnin, en það er talað sko að þegar maður er með grindabotnsvandamál, þá er það svo oft þannig sko að grindabotnin hann er svona eins og skál hérna undir mjaðmagrindinni og þá eru kannski sumir vöðvar sem eru ógeðslega stífir og aðrir sem eru slappir. Þannig að þá myndast svona ójafnvægi og svona í gegnum grindabotnin það kemur þvagrásinn, leggöngin, endaþarmurinn og ef þú ert ótrúlega stíf hérna ofan og svo kannski slöpp hérna, þá einhvern veginn sko nærðu ekki að halda opunum svona í nógu miklu jafnvægi, þannig að þá getur fyrir að leka, þú veist, meðfram þegar þú fer að taka á því. Hvernig getum þá að vita, þú veist, hvaða vöðvar eru í lagi og hvaða ekki og bara finnum það bara sjálfur eða eitthvað svoleiðis? Það tekur bara ógeðslega langan tíma að fatta það því maður þarf svona að pæla, prófa að spenna, prófa að slaka, þú veist, reyna aftur þess að ásu, þreifa jafnvel og þetta tekur bara langan tíma. Þetta er ekkert eitthvað sem að, þú veist, maður fattar bara á fyrsta degi. Þú veist, maður þarf svona, já, þess vegna erum við að promóta þetta námskeið þar sem þú mætir og lærið bara inn á þinn líkama rauninni, hann breytir samt rosalega mikið. Já, það er bara alltaf aðstæður í líkamanum eftir fæðinguna heldur en þú veist áður. Þannig að maður þarf bara svolítið að kynnast sér upp og nýtt. Þú veist, allt sem maður þekkti áður geti hafa breyst. Og hvenær má maður byrja að koma á námskeiði eftir maður búin að eiga barn? Sko, við tölum að við viljum kannski helst ekkert fá þær fyrir en eftir svona 3 mánuði eftir fæðingu. Fyrst bara mikilvægast bara að fá góða hvíld, þú veist, fara rólega af stað, fara út í göngutúr, einmitt spá svolítið í grindabotninum og lesa sér svolítið til um það og prófa sér áfram með grindabotnsæfingar. En við viljum ekkert að konur sé, þú veist, komnar í allt of mikla æfingu þarna fyrst og eftir þegar þá er bara allir fókusinn einhvern veginn á að bara ná sér. Já, bara að jafna sig. Já, já. Og hvað er þetta langt prógram hjá ykkur? Þetta er 6 vikna námskeið sem við kennum 2 viku en svo sendum við þær heim með svolítið mikið heimanám. Því að það kannski gerir svolítið takmarka að mæta bara 2 í viku eitthvað. Þú vilt vera svolítið heima líka, þú veist, teygja kannski á þessu, styrkja þetta, bara svona litlir hluti sem taka kannski 10 mínútur á dag en bara gera ógeðslega mikið. Já, bara hverjum einasta degi þá bara? Já, þannig að við erum svona að hjálpa þeim að smíða svona sína eigin rútínu. Þú veist, bæði varandi teygjur og ykkur svona vöðvar sem þarf kannski að losa Þannig að þær eru alltaf svo ólíkar, þú veist, ég geti verið ógeðslega stíf í bakinu en þú ótrúlega stíf í kringum mjöðmina. Þú veist, og þá erum við ekki að fara að gera sömu teygjur eða, þú veist, boltalosanir. Já, ok, en að fólk er að fá bara mismunandi bara plan hver og ein heim til sín. Já, í rauninni, við þræðum þær bara svona í gegnum svona nokkuð svona check og segjum þeim, þú veist, hvað er eðlilegt að líkaminn geti gert í þessari stöðu, þú veist, hvernig hann á að geta gefið eftir og svo meta þær bara sjálfar, ok, þú veist, þetta er klárlega eitthvað sem ég þarf að vinna í og bara merkja á blað og þá er þær komna með bara svolítið góðar upplýsingar sig og yfirleitt er þetta bara, þú veist, ein þarf að gera þetta og hinn gerir eitthvað allt annað. En svo, þú veist, klárlega samt einhver svona tendensar sem er mjög algengt að sjá hjá konum eftir fæðingu og þú veist, og þeir eiga það margar sameiginlegt að mynda að, þú veist, finna ótrúlega mikið til í innanverðum lærum, margar, þú veist, með stífa bakvöða, eitthvað svona. Já, það tekur á að vera að burðast með henni í 9 mánuði eða aðra mannesku. Einmitt, og bara, þú veist, líkamsstaðan breytist svo mikið á meðgöngunni. Bumban, þú veist, þegar hún fer að þyngjast og fer hryggurinn einhvern veginn að gefa eftir, mjaðmagrindin fer að halla meira fram, þannig að kemur allt öðruvísi afstaða á líkamann heldur þegar maður er ekki með barn inn í sér. Og þá, þú veist, bregðast vöðvarnir öðruvísi við, af því að, sko, vöðvavirknin fer svo mikið eftir hvernig beinin liggja. Þannig að ef þau halla allt inn einhvern veginn öðruvísi, þá má alveg búast við að vöðvarnir fara að vinna öðruvísi. Og það er rosa mikið svona einstaklingsbundið og bara hvernig þinn skrokkur er bara á sig. Já, einmitt. Það er algjörlega málið. Þannig að, já, við erum svona svolítið að reyna að yfirgefa þessa pælingu að allir eiga eins. Það meikar ekkert sens. En er eitthvað æfingar sem þið eru svona helst á að nota eða er þetta bara rosalega fjölbreytt? Já, klárlega. Við, sko, æfingarlega séð erum við aðalega unnið í því að styrkja það svolítið í kringum mjaðmarhlutina. Að það sé allt sterkt hérna rassvöðvarnir og vöðvarnir í kringum mjaðmarnar, lærvöðvarnir og svoleiðis. Til þess að geta haldið þessu öllu stabílu og náttúrulega leggjum ótrúlega mikla áherslu á að djúpvöðvakerfið eða þetta core, að það sé sterkt. Já, það halda stöðum og svona. Já, að þegar við erum svona lin í miðjunni, þá getum við ekki búist við að við getum hreyft útlimina eins og við viljum. Þannig að þetta verður að vera alveg sterkt og gott til þess að við getum verið skilvirkari með allt annað. Já, það er svona hljóma vel.
Já. Og hvað að vinna þá með líkamsþyngdir eða eitthvað svona eitthvað búnaður sem þið eru með? Sko, á þessu fyrsta námskeiði erum við aðalega bara að vinna með líkamsþyngdir. Við viljum ekki að það sé að taka sko utanákomandi þyngdir ef þær geta alltaf ekki bara haldið sínum eigin líkama góðum. Þannig að það svona skref nummer 1, að manni bara líður vel í eigin líkama og þú funkar vel án þess að taka þyngdir og svo getur maður að fara að bæta við. Nóg að halda á krakkanum kannski hérna. Já, einmitt. Einhverja 12 tíma á dag eða eitthvað líka. Algjörlega. Og það er bara algengt að heyra að ef konur fara beint í lyftingar og til dæmis ekki búin að leggja áherslu á að styrkja miðjuna alveg eins og það er að gera, þá fara þær að finna alls konar einkenni, eitthvað svona þyngsli niður í grindabotninn, kviðvöðvarnir einhvern veginn að finna að þeir halda ekki við og það fara kannski að fá verk í mjóbakið eða eitthvað svona í kringum mjaðmagrindina, blossar upp eitthvað sem þær fundu fyrir meðgöngunni, af því þær fóru bara hratt í þetta. Skiptir ykkur máli hvað það voru að gera á meðgöngu upp á hvernig maður sé ásakomulega eftir meðgönguna? Algjörlega, það hjálpar allt. Þegar maður er í góðu standi fyrir meðgöngu þá má maður alveg búast við því að það gangi betur að vinna sér tilbaka. Þá þekkir líkaminn kannski hreyfimynstrinn og þú ert bara svona, hvað sem er, svona endurvekja tenginguna. Þú veist, að því þú varst einu sinni bara í góðum málum með djúpvöðvakerfið. Þannig að þá er þessi taugatenging ykkur starf inn á bakvið og þú ert bara svona svolítið að kveikja á henni aftur. En ef hún hefur kannski ekki verið til staðar, þú veist, þá máttu alveg búast við þetta tekir lengri tíma heldur en hitt. Er eitthvað eitt ráð sem þú getur gefið þá ófrískum konum sem að fara að gangi gegnum barnsburð og já, náttúrulega eftir barnsburðum, hvað geta gert til þess að halda betri kerfi í gangi? Sko, ég bara tala út frá minni persónulega reynslu, þá er það bara að gefa sér tíma í það í fyrsta lagi. Þú veist, maður verður bara svona niður sokkinn í allt sem tengist barninu og maður bara gleymir svolítið sjálfum sér og vaknar sér kannski allt innu upp bara mörgum mánuðum seinna og er ekkert búin að pæla í þessu. Þannig að það er bara klárlega, þú veist, að lesa sér til og leita eftir aðstoð og ef maður finnur að það er eitthvað í ólagi og eitthvað eins og það á ekki að vera, að þú veist, leggjast svolítið yfir það, að spá í því, þú veist, hvað getur verið að valda þessu, af hverju líður mér svona. Þú veist, maður getur alltaf að laga það en maður fattar bara hvað það er. Það var þetta ekki lengri hjá okkur í kvöld. Verið góð hvort annað og verið sæl.